Úlfhildur Úlfsögu hér með októberleiðsögn fyrir naut. Þetta er almenn leiðsögn á við fyrir suma, aðra ekki. Og það má allir til gamans kanna önnur merki úr stjörnukortinu sínu og ég mæli það sérstaklega með tunglmerkinu sínu og rísandi merkinu sínu. Þau geta oft verið mjög áhrifamikil. En ég ætla fyrst að athuga hvaða naut ég er að tala við. Þetta naut er mjög ástríðufullt, drifmikið, kraftmikið og með svona mikla orku á bakvið sig í því að græja og gera. Eins og segir, þetta er mjög metnaðarfullt og mjög drifið naut. Sérstaklega þegar kemur hjartans málum og samböndum og er að sækja svolítið mikið í rómantísk sambönd. Ég segja bara eins og það er að koma þannig til mín núna og það er mögulega nýtt samband byrjað. Það er allavega nýlagt nýtt eða nýr kafli í nánu sambandi og mér finnst þetta vera að rómantísku eðli. Sérstaklega ljósið þess að hér kemur keisaraynjan. Þannig að það er mikil frjósemi, það er mikil mildi, það er mikil mýkt, það er mikil rómans. Þannig að mér finnst eins og að ástríða þessu naut sé núna fælist svolítið í þessu nýja sambandi eða nýja kafla í sambandi og einkennist fyrir vikið svolítið af þessari frjósemi eða þér hættir fyrir vikið til að í allri þessari ástríðu þá hættir þið til að gleyma og yfirfarast önnur atriði sem skipta máli. Og þá sérstaklega þegar kemur að því að halda jafnvægi fyrir þig. Það sem að þú hefur nú þegar verið að vinna að fyrir sjálft þig. Það sem þú hefur skapað fyrir sjálft þig og þessi jafnvægi sem þú hefur skapað þér. Þegar þú ert ofboðslega ástríðufullt og allt sem þú tekur þér fyrir hendur, þú gerir það að fullu trukki sko. Og það er verið að minna þig á að muna hvaðan þessir styrkleikar þínir koma. Þú ert búin að skapa þér svona ákveðið líf, ákveðna mynd. Þú ert búin að vera að nýta styrkleikana þína fyrir þig. Og í allri þessi ástríðu sem þú hefur fyrir þessu sambandi eða í þessu nýja kafla í sambandi, að þá máttu ekki gleyma þér. Mundu af hverju þú ert svona sterkt í dag. Mundu hvaðan þessi styrkleikar koma. Af hverju það er búið að vera svona gott hjá þér. Þannig að ekki tapa sjálfu þér í þessari nýjung. Þó vissulega þessi gaman. Skulum kanna hér aðeins fortíðina. Fáum svo aðeins núið. Fáum ögrun. Ok. Svo skal það vera. Fáum ráðleggingu. Og fáum mögulega útkomu. Yes, geggjað. Ok, kæra naut. Sko þetta snýst allt svolítið að gleyma ekki sjálfum sér, að tapa ekki sjálfum sér og blindast ekki af eigin ástríðu og hita. Þegar það getur oft verið svolítið kafferandi. Og í fortíðinni þá hefur það kannski reynstundur raunin að þú kemur að fullu trukki inn í aðstæður, inn í nýtt samband eða á nýjan stað eða inn í nýjan hóp eða hvað nú, kemur stundum af fullu trukki, með alla þessa ástríðu sem býr í þér og það er mjög ögrandi fyrir aðra. Og þegar kemur sérstaklega að rómantískum samböndum, sérstaklega þegar þau eru ný, eru svona í starthólunum eða í einhvers konar kaflaskilum, og getur þessi mikla ástríða oft verið bara svolítið ögrandi
fyrir hinn aðilann og þá hætt við því að hann leggi eitthvað svona flótta, upplifi þetta sem of mikið, upplifi þig sem of mikið og það hefur alveg valdið þér ákveðnum sársauka í gegnum fortíðina. Þú veist, þó að þetta komi af mjög einlægum og hreinum stað frá þér, að þá þetta oft, þú veist, og það mjög algengt og bara mjög algengt að fólk verður svolítið smeygt og hrætt þegar einhver verður svona rosalega hrifinn af manni strax. Það mikil ögrun í því og það erfitt ofta að treysta því. Maður setur oft spurningamerki við það og velti því fyrir sér hvort þetta sé eitthvað svona rautt flagg. Þannig að það koma svona tilfinningaheitur og að fullu trukki inn í aðstæður getur verið rosalega ögrandi fyrir hina og alveg þannig að hinn aðilinn bara lætur þessu hverfa. Þannig að þú hefur brent þig á þessu áður, þú þarft aðeins að passa þetta, ég veit það erfitt að halda aftur af allir þessari ást, en þú þarft að kynda hana svolítið og nýta hana þá inn á við, að elska þig líka og muna eins og ég er búin að segja við þig af hverju þú ert búin að standa svona sterkt núna í einhvern tíma, að það þegar þú ert búin að vera með fókusin á þér og ástríðana fyrir þig. Þú ert búin að nota eldin og ástina inn á við, þannig að ekki sleppa henni allri út á einhvern annan. Af því að núna eitthvað svona nýtt upphaf og það verið að breyta til hjá þér og það eru annarkvort þessi kaflaskil í núverandi sambandi eða eitthvað nýr komin inn í myndina og þá eitthvað henni alltaf springa, og það svolítið mikið bara þessi ástríð og ástin sem þú berð innra með þér sem að springa og vill leið út og þú veist stundum ekkert alveg hvað þú átt að gera með alla þessa orku. Þannig að þá verður þetta oft svolítið svona dramatíst og eins og ég segi, ögrar oft hinum aðalanum. Þannig að þú þarft að læra að nota þetta líka inn á við, og ekki gleyma sjálfu þér. Og ögrunni núna þetta að reyna að halda jafnvægi í því að beina þessari elsku og allri þessari ást inn og út fyrir þig og fyrir aðra. Af því að það hluti af þinni ögrun núna ákveðið vantraust af því að þú hefur brennt þig áður, af því að þú hefur komið svo sterkt inn í samband eða sambönd og mætt höfnun eða jafnvel mætt því að einhver misnoti þessa orku frá þér og notfæri þér á leiðinlegan hátt. Og það undirliggjandi ótti hjá þér að mæta höfnun, að hinn aðilinn misnoti viljan þinn, notfæri sér tilfinningar þínar. Þú gerir kannski ekki alveg fulla grein fyrir því en þessi ótti þannig undir niðri. Þannig að þú þarft alveg að vera pínu vakandi fyrir því en hins vegar þá ekki sanngjarnt að bera alltaf alla saman við sársaukaðinn og að álykta að sá sársauki sé alltaf aftur í vændum. En þetta snýst fyrst og fremst það að þú þarft að halda jafnvægi, halda í styrkinn sem þú ert búinn að skapa þér og því fylgir líka að setja skýr mörk. Þú ert búinn að átta þig á hvar hefur farið yfir mörkin í fortíðinni, þannig að núna þarftu að muna að standa við það. Þú ert búið að læra, þú ert búið að styrkja þig, þannig að haltu, notfærðu þér það sem ert búinn að læra og gera. Þannig heldur jafnvægi, þannig ekki hægt að misnota þig aftur. Jafnframt því þá ráðleggingin sú að leyfa þér að njóta, leyfa þér að elska og með því að halda í styrkleikana þína, með því að halda þér í jafnvægi þá færir þetta með þér mikla hamingju og í rauninni meiri hamingju en þið nokkuð tíma grunar. Hvort sem það nákvæmlega þetta samband,
eða eitthvað annað sem í vændum. Það mikil lexía hér í því að þegar það svo margt að gerast hér í kringum þetta samband að þá verið að augra þér til þess að halda þér í jafnvægi, halda í allt sem þú ert búin að læra og gera til þess að styrkja þig, til þess að þú getur átt gæfuríkt, hamingjusamt, elskuríkt samband. Til þess að þú getur farið í þessa aðstöðu þar sem að þú bjóst einhvern veginn aldrei við því að hluturinn gæti verið svona góðir, að samband gæti verið svona heilbrigt og eðlilegt. Það er svona augraði núna í því að halda í sjálf þig, mörkin þín, það sem þú ert búin að læra og kenna sjálfu þér, hvort sem að það verði svo alltaf að lokum þetta samband sem að gerast núna, sem verður að þessari hamingju, þá lexían sem fylgir því til þess að koma þér í áttina að svona sannri, heilbrigðu sambandi. Vonandi það náttúrulega sambandi sem að eiga sér í stað núna. Ég ætla ekki að lofa því samt. Ég lofa engum. En það snýst aðalega það að þú haldir svolítið taumana sjálfu þér og gleymir ekki þér. Ekki gleyma sjálfu þér. Þér hefur svolítið hætt til í fortíðinni að skilja þig eftir og setja þig ekki einu sinni annað sæti heldur örugglega svona 10. og 12. sæti. Svona fá smá aukið hér. Eins og ég segi, þú alltaf komið svo sterkt inn af miklum tilfinningarhita inn í sambönd. Og það hérna ákveðin ótti að, þessi ótti þegar maður veit ekki, einhver efi, maður veit ekki allt, maður veit ekki nákvæmlega, allt upp á yfirborðinu og það gamall ótti í þér og þú ert svolítið að reyna að fá bara allt upp á yfirborðið. Það bara fordæmi ekki aðra manneskju fyrir eitthvað sem allt annar gerði þér í fortíðinni. Að þegar þú hefur oft einhver tíman allavega alveg orðið fyrir því að einmitt verða fyrir svikum að einhver notfæri sér tilfinningu í einar og hefur valdið þér miklu sársauka. Þú ert alveg hrætt við að það gerist aftur hér, en hins vegar benda þér á að þú ekki dæma alltaf nýja einstaklinga út frá fyrri reynslum sem hafa verið sársaukafulla. Það ekki sanngjarnt gagnvart þessum nýja að draga þá ályktun að því að manneskja X særði mig eða olli mér sársauka, þá á manneskja B örugglega eftir að gera slíkt hið sama. Það reynslan segir það. Hér skiptir svolítið máli að bara gefa eftir, ekki ofhugsa, leyfa sér að njóta, en að sjálfsögðu eins og ég sagði, halda í sitt það sem þú ert búin að læra, það sem þú veist, það sem þú hefur uppgötvað í gegnum tíðina. Og það kemur hér endurtekning, að þetta geti orðið betra en þið nokkuð tíman orðlega fyrir. Við erum hérna tvisvar sinnum með 9 bikurum sem svona draumóraspil. Að þetta svona, að þetta gæti orðið að einhverju alveg stórfenglegu, einhverju sem að þið datt aldrei í hug að hlutinu gæti orðið svona góðir. Og mun betri heldur en þið nokkuð tíman orðlaði. Þannig að þetta getur orðin að mikilli hamingju og gæfu fyrir þig, sem mjög ánægjulegt að heyra. Ég vil fá hérna ein engil fyrir þig líka. Það kemur verndarengill. Elskaðu sjálft þig, óskilyrt og biðdu aðstoð.
Það er bara nákvæmlega það. Mundu að elska sjálft þig, ekki dæma sjálft þig, elskaðu sjálft þig óskilyrt og leyfðu þér líka að þá einmitt biðja um aðstoð, viðra hugmyndiðinu við traustan vin eða vinkonu, biðdu hinn aðilanum að hjálpa þér í tjáningu og hleyptu þeim að líka óttanauðinum. Mundu að þetta er samvinna, sambönd eru samvinna, þannig að þú þarf líka að læra að tjá það í sambandinu. En umfram allt elskaðu þig og eins og ég segi, mundu að beina eitthvað að allra þessar ástöðum hefur innra með þér að þér og inn á við, ekki sleppa henni bara allri út. Ég vil fá hér eitt íhugunarblóm fyrir þig líka. Já, einmitt, ég ætlaði nú eiginlega bara að fá eitt, sko. Ok, 2. Það kemur hér töfrandi og jafnframt sveigjanleiki. Það kemur svolítið að því að þið nautin eru náttúrulega algjör sjarmatröll og með alla þessa orku og með alla þessa spennu, alla þessa ást og eld sem þið hafið, að þið komið svo sterkt inn og það hefur vissulega mjög töfrandi áhrif. Þið geislið mjög sterkt þegar þið eruð hrifin og eruð í ástríðin ykkar, en þú verður þá líka að vera sveigjanlegt gagnvart því hvert þú beinir þessum töfrum, þessari ástríðu. Og eins og ég sagði, beina þig líka inn á við, ekki dæla allri ástinni bara út, taktu eitthvað inn líka. Það er það sem að hefur styrkt þig í gegnum tíðina, að elska sjálf þig. Ég ætla þá að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona að skilaboðin ræti sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og verða að gagni. Ég þakka bara kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.